Pönnukökukastkeppnin. Á hverju ári var haldin stór pönnukökukastkeppni í bænum Flatey. Sá sem kastaði stærstu og mjúku pönnukökunni vann gullspaða og fékk ókeypis pönnukökur í heilt ár. Í þetta sinn var Jake staðráðinn í að vinna. Jake æfði á hverjum einasta degi. Hann kastaði pönnukökum í eldhúsinu, í bakgarðinum og jafnvel á trampólíni. En það var eitt vandamál, köst hans voru of góð. Pönnukökurnar flugu svo hátt að þær hurfu stundum inn í skýin. Á keppnisdaginn var Jake tilbúinn. Allur bærinn safnaðist saman til að horfa á keppendur reyna að kasta pönnukökunum sínum eins hátt og mögulegt var. Það voru mörg góð köst, en ekkert jafnt og Jake. Þegar Jake átti að kasta, dró hann andann djúpt og kastaði, og svo fór pönnukakan upp í loftið, hærra og hærra þar til hún hvarf inn í ský. Fólkið starði. Hvar fór hún? Karlaði einhver. Allir biðu. 1 mínúta, 2, 3. Þegar allir héldu að pönnukaka Jake væri týnd að eilífu, flaug fugl niður úr skýjunum með pönnukökuna í gogginum. Fuglinn lét pönnukökuna varlega niður á disk Jake. Allir hlógu og klöppuðu. Pönnukaka Jake hafði farið í stórkostlegt ævintýri og hann vann gullspaðann.